Komið sæl, hann sestur hjá mér Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður. Velkomin Ragnar. Takk fyrir. Þú hefur staðið í þessari baráttu með dómfelldu í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum svokölluðu núna í meira en 2 áratugi og niðurstaða endurupptökunefndar lá fyrir helgi og þar var ákveðið að heimila endurupptöku á þessum morðmálum. Ertu ánægður með þessa niðurstöðu fyrir hönd þinna skjólstæðinga? Ég er sjálfsögðu ánægður fyrir hönd allra þeirra sem að njóta endurupptökunnar, það er að segja þeirra sem voru sakfelldir fyrir að bera ábyrgð á 2 mannshvarfum á sínum tíma fyrir 40 árum eða svo. Ég er að sjálfsögðu jafn ósáttur við það að mál Erlu Bolladóttur skyldi ekki vera endurupptekið af því ég tel að þessi mál séu þannig samtvinnuð og samfléttuð að það sé ekki hægt að aðskilja einstaka þætti og einstaklega þræði. Við skulum fara aðeins yfir málið hennar Erlu betur á eftir. Mér langar að spyrja, það er alveg hægt að slá því föstu að þetta er bara mikill áfellisdómur yfir réttarkerfinu á þessum tíma og kannski einhverju leyti í þessu ferli öllu, ekki satt? Jú, og sjálfsögðu þá voru gerð alveg ótrúlega mörg mistök, en megin mistökin voru þau að gefa sér í upphafi rannsóknar hverju væri hinni seku og þar af leiðandi þá beindist rannsóknin ekki í allar þær áttir sem hún þurfti að beinast og árangurinn var sá sem við þekkjum. Þetta er náttúrulega búið að vera ofsalega langt og strangt ferli, ekki síður í rauninni að komast í gegnum þetta endurupptökuferli. Er það að þínum að þetta undarlegt hversu fá mál fá endurupptöku á Íslandi? Og við erum að hafa það í huga að lengst af var það Hæstiréttur sjálfur sem að tók ákvörðun í endurupptökumálum, ekki sem dómstóð heldur sem stjórnvald. Og ég var þess áþreifanlega var þegar ég reyndi að fá mál Sævars Marino Ciesielskis endurupptekið á öldinni sem leið, að það var fullkomin andstaða gegn endurupptöku af grundvallarástæðum. Það var einhvers konar viðhorf sem að gekk út á það að dómstólar ættu ekki að viðurkenna mistök og það að endurupptökumál væri jafngildi þess að viðurkenna mistök og þá myndi staða dómstólana í hugum almennings falla. Ég er auðvitað algjörlega andsnúinn þessu vegna þess að ég veit að gera þetta mistök, ekkert síður dómstólar heldur en aðrir og það er til þess að auka virðingu dómstólana að viðurkenna maður gerir mistök einstaka sinnum. Og þú telur þá væntanlega að stofnun þessar endurupptökunefndar hafi verið mikið réttarbót? Já, hún er vissulega er það mikið réttarbót að taka þetta frá Hæstarétti og fela þetta óháðri nefnd eins og við segjum. Hæstaréttur á að vísa 1 mann í nefndinni. Tilnefnir 1 mann? Tilnefnir 1 af 3, þannig að hann hefur þar áhrif í gegnum það með vissum hætti. En hvað sem því líður þá var þetta skref í rétta átt. Af hverju heldur að kerfið hafi verið og sé svona tregt til að viðurkenna eigin mistök? Er þetta bara Ég held að það sé bara hluti af mannlegri náttúru. Við sjáum þetta ekki bara hjá dómstólunum, heldur vítt og breitt bæði í stjórnmálum og hvarvetna sem við lítum til allra átta, að þá verja menn alltaf gerðir sínar sjálfrátt og ósjálfrátt og eiga mjög erfitt með að viðurkenna mistök sín. Það er í rauninni ekki bara Hæstiréttur sem að virðist hafa átt erfitt með að horfast í augu við hvernig haldið var á þessu máli. Ýmsir málsmetandi lögmenn hafa í gegnum tíðina tjáð sig um þetta mál og þá mjög oft til þess að bera í bætifláka fyrir kerfið. Ég nefni Brynjar Níelsson sem nú er alþingismaður og var formaður lögmannafélagsins og náttúrulega Ragnar Hall sem var settur saksóknari þegar þú reyndir fyrst að fá málið endurupptekið. Finnst þér að lögmannastéttin sé meðvirk með dómsvaldinu? Nei, ég held að þetta sé ekki almennt viðhorf með lögmanna. Það verður samt að hafa það í huga að þegar Hæstiréttur fjallaði málið þá fekk hann ekki að vita allt sem hann átti að fá að vita. Og gríðarlega mikilvæg gögn eins og dagbækur gæsluvarðhaldsfangelsana sem ég dró fram í ljósið á sínum tíma, þær hefðu átt að leiða til þess að Hæstiréttur enduruppteki málið 97 á síðustu öld, en vegna þessarar andstöðu sem var að lýsa áðan,
þá þótti betra að segja nei. Þannig að mér, sko, þetta mál þannig vaxið að það er auðvelt að slá fram einhverju á þess að kynna sér það, en fari maður hann í botnin á gögnunum og skoði þau vandlega, þá sér maður mjög fljótlega að þessi atburðir gerðist ekki með þeim hætti sem að dómstólarnir töldu á sínum tíma og byggðu dóma sín á. Finnst þér sko, ættu þá lögmenn í rauninni, þeir sem alltaf sérfræðingar í lögfræðinni, að þá að svona reyna, finnst þér vera nógu duglegir að gagnrýna dómstóla eða finnst þér hægt að gera það minna einmitt af því sem nefnir að þeir kannski fæstir þekkja hvert og eitt mál nema þeir sem hafa flutta beinlínis sjálfur? Sko, það er vandinn að dómstólar hér ekki miklu eftirliti hvorki fréttamanna né lögmanna né fræðimanna. Þetta á heimi í akademíunni, en af einhverju ástæðu þá er hún frekar slök í þessum efnum. Lögmenn alltaf þessu sama vanda, þeir þekkja málun út og inn, en ef þeir gagnrýna dómstólana, þá voru þess að nú lögmenn svona tapsár. Og má ég bara nefna sem dæma því ég að fréttamiðlunum okkar. Daginn þá gekk dómur Brexit-málið í London og sama tíma gengur dómar í Bandaríkjunum gegn forsetanum. Engin fréttamaður hugsaði hvað hefði gerst á Íslandi við sambærilegar aðstæður og svarið hans fréttamannsins hefði verið þetta er ekki hægt á Íslandi, við erum alltaf öðruvísi. Það var stórfrétt af mér á landi. Sko, svona svo ég klára aðeins þessu umræðu, sko, það tíðkast náttúrulega ekki að dómarar tjái sig þá dóma sem þeir fella og þeir eru látnir í rauninni bara að tala fyrir sig sjálfir, dómarnir. Finnst þér þetta mál í ljósi þess sko, að það fyrirfinnst til dæmis ennþá í Hæstarétti dómari sem að koma að endurupptökumálinu. Finnst þér þetta mál til þess fallið að þeir sem að hafa komið að því, dómarar og aðrir jafnvel, þurfa að gera svona hreint fyrir sínum dyrum? Já, ég held að það sé alveg hægt að gera það á faglegan hátt og ég skil sumt af því sem dómstólarnir gerðu, annað ekki og það er vel þess virði að ræða það, en það er mjög sterk hefð hérna að dómarar tjái sig ekki það sem gerst hefur, allt öðruvísi heldur en öðrum löndum. Þar taka dómarar þátt í mannréttindastarfi, þeir skrifum dóma sín eigin dómstóla og svo framvegis, en það er ekki gert hér. Nei, og er það bagalegt? Það er mjög bagalegt, já. Og mættu gera meira af því? Já, það er til þess fallið að menn skildu betur niðurstöður sem öllum finnast mjög óvæntar og undarlega. Förum aðeins yfir í þessa niðurstöðu endurupptökunefndar. Þú gættir hagsmuna tveggja aðila þessu máli, þar á meðal Erlu Bolladóttur sem fær ekki endurupptöku. Hún sem sagt var dæmd fyrir að bera menn röngum sökum sem voru síðan hafðir í gæsluvarðhaldi sem mánuði skiptir saklausir. Sko, hvað finnst þér þessa niðurstöðu? Þú sagðir aðeins áðan að þér finnst þetta undarlegt en segðu mér aðeins betur svona. Það sem að mér, sko, það eitt af því sem einkennir kannski íslenska lögfræði, það er tilhneigingin til þess að smætta allt og setja í svona litla kassa og líta svo á litla kassan án þess að skoða samhengi málefnisins sem í kassanum. Ég var gagnrýndur fyrir það bæði af settum saksóknara og af endurupptökunefndinni ég færi víðan völl. Það er vegna þess að ég var að leitast við að sýna fram á að með dæmum sem voru sönnuð að þeir sem rannsökuðu málið leiddu menn á glæpstígu. Og ég sýndi fram á það að þegar einhver saga lögreglumannanna sem allir voru búin að samþykkja var óhjákvæmilega röng af því að það var sá bíll sem var rætt var ekki til og allt öðru þessi bíll hlaut að hafa komið til sögunar eða þegar símar reyndust að vera lokað sem allt var byggt og hafði verið hringt úr þá breytti bara lögreglan sögunni og fekk maður náttúrulega að samþykkja það. Ég tel að þó að þetta hafi ekki átt við Erlu sjálfa þá sé þetta ásamt 100 mannar atriða til þess fallið að sýna fram á að allir sættu illri þar að segja ólöglegri meðferð og voru fengnir til að bera atriði með ýmsum hætti. Þetta vill nefndin ekki fallast á. Hún segir við skulum bara skoða þetta í algjör einangrun. Og þá byrjar nefndin að segja, minnist ekkert á það að beinlínis að það var byrjað að ræða við Erlu Guðmundar málið þegar hún var í fangelsinu
og í Geirfinnsmálið fyrir áramótin, þar að segja 30. desember 1965 og þá var hún að fara að finna það að hún var endur grunn. Síðan hún heima hjá sem kornabarnið og þá eru lögreglumennir sífellt heima hjá henni og þeir eru að tala við hana og það ekki fyrir allan janúarmánuð, það ekki fyrir í mars sem einn lögreglumæðurinn skrifa minnismiða það hvað hún hefði sagt í miðjum janúar þetta ár. Það einhver að því að þeir kallar hana vitni, þá einhver verjendur, þá hefur hún engan verjenda. Síðan hún öðru hverju tekið niður í Síðumúla, stundum gerðar tvisvar sem skriflegar skýrslur, annars engar skýrslur og þar hún að sjálfsögðu í sífelldum ótta það að henni verði ekkert sleppt, kornabarnið sitji bara heima og hún í fangelsinu. Hún þekkti fangelsi frá því í desember. Þetta að sjálfsögðu leiddi til þess að hún sagði það sem hún þurfti að segja. Það gera allir við þessar aðstæður, hún ekkert einstæð það. En endurupptökunefndin, hún vill ekki skoða þetta í þessu stóra samhengi, hvernig þessi málsmeðferð var öll, og tekur hana út úr og segir það gegnur allt öðrum málum hana heldur en alla aðra. Og það finnur það í gegnum allt hvað þeir reyna að réttlæta þessa niðurstöðu. Þeir tala niður til sálfræðinganna sem að fjölluðu málið, segja að þeir hafi gert mistök, þeim að voru það mistök, þeir hafi ekki fjallað nægilega skýrt þetta og geta þess ekkert að við leidum sálfræðingarna fyrir dóm, fyrir Héraðsdóm Reykjavík til að svara spurningum þar sem nefndin átti þess kost og ákæruvaldið að spyrja það út úr og þá fengust fullkomnar skýringar. Þetta ekkert fjallað í endurupptökubeiðninni og það heldur ekkert fjallað það í niðurstöðunni að upphaflega var settur saksóknari mótfallinn því að mál Erlu yrði endurupptekið. Síðan breytir hann skoðun þann 5. september í fyrra þegar við fluttum máli fyrir nefndinni og sagði að það sama ætti við Erlu og alla hina. Hann fer með ákæruvald, þannig þó hann sé settur, þá fer hann með ákæruvald í þessu máli á sinn hátt og ég skil ekki alveg hvernig nefndin getur gengið gegn ákæruvaldinu sem fer með þetta vald að ákveða hvort reyna skuli á sekt eða sakleysi. Þannig að þetta eru svona dæmi það sem ég ekki ánægður með. Sko, hvaða stefnu mun mál hennar taka hérna frá? Hvaða leiðir henni færar til þess að fá í rauninu uppreist æru sinnar? Sko, lögfræðilega séð þá eiginlega aðeins ein leið fær, það að kanna hvort að þessi úrskurður, þessi ákvörðun sé haldin slíkum annmörkum að þessi rétt fyrir dómstóla ógildana og þá fyrir málið aftur tilbaka beinum með óbeinu leiðbeiningunum og dómstólunum til endurupptökunefndar. En sko, burt sér frá í rauninni þessum lagatæknilegu atriðum hvað hún getur gert út frá þessari niðurstöðu. Sko, ég held að liggi alveg fyrir sé fullkomlega óumdeilt hversu miklum órétti hún ásamt náttúrulega þeir sem voru dæmdir fyrir þessi meintu morð voru beitt við alla þessa meðferð. Hefur hún einhver tök á því að sækja sér bætur til dæmis úr því sem komið? Ekki við þessar aðstæður, nei. Sko, nefndin, hún fjallar mikið það að það sé allt saman byggt á játningum en ekki einum sönnunargögnum öðrum eða sönnunargögnum yfir öðru sem styðji játningar. Það ekkert sem að styður þessar játningar hennar, ekki neitt, ekki það einasta atriði. Og þess vegna kemur mér þetta óvart að þessi leið skuli vera farin og valin. Sko, ef að morðmálin verða, það kemur til greina mögulega að settur saksóknari muni bara einfaldlega krefjast sýknu þegar málin verða endurupptekin og þá kannski fallist á það. Munu þeir þá geta, og þá þeir sem eftirlifendur þeirra, fjölskylda þeirra, munu þeir geta sótt sér einhverjar bætur? Ég tel það, já. Alveg hygglust. Og alveg fjölskyldu þeirra og börn í þeirra stað. Já. En ekkert slíkt er fært fyrir Erlu? Nei, en talandi um bætur á Íslandi, þá eru þær harðsóttar. Ríkið berst mjög ötullega gegn borgurunum þegar ríkinu er orðið á og reynir að koma í veg fyrir að þær bætur skipti einhverju máli fjárhagslega séð. Finnst þér að þó að sé svo sem ekki engin opinber leið fyrir Erlu Bolladóttur að sækja sér bætur að ríkið ætti samt sem áður að greiðinni einhverja bót fyrir þetta þessa meðferð sem hún var látin setja?
Það fyrir bara sjálfsögðu þetta viðhorfi þeirra sem valdin fara á hverjum tíma og það væri svo sem ekkert mjög líkt stjórnvöldum að gera það. Þá verður að viðurkenna það voru stjórnvöld sem beittu sig fyrir skipun starfshópsins og beittu sig fyrir endurúttökunefndinni sem að leiddi síðan til þessara niðurstöðu sem þetta stór merkilegu í okkar réttarsögu. Rétt í lokin, svona fjölmiðlar hafa ekki náð neinu tali af Erlu sjálfri síðan að niðurstaðan lá fyrir. Mig langar að spyrja þig, bara getur þú sagt okkur eitthvað það, svona hvernig hún tekur þessari niðurstöðu? Hún hugsar sitt mál og með jafnaðargeði og af miklum kjarki og ég hygg að hún muni tjá sig þegar hún hefur yfirvegað þetta nægjanlega vel í rólegheitum að hún er grunnlega ekki talið rétt að tala strax, kannski þegar fjölmiðlar eina morgun. Takk hérlega fyrir komuna, Ragnar Aðalsteinsson. Við komum hérna rétt aftur og verðum spori.